Komið þið sæl. Eins og hann sagði, ég heiti Einar Bjarni Halldórsson og vinn hjá Internet Íslandi sem í daglegu tali er kallað ISNIC. Og fyrirlesturinn í dag fjallar DNSSEC. DNSSEC er sem sagt viðbót við DNS-kerfið. DNS-kerfið sjálft rekur ættir sínar allt til 1983 þegar fyrsti staðallinn kom, svo endurnýjaður 87 en svona í kringum 1990 fóru menn að sjá vankanta á því, einfaldlega hvernig það var hannað. Og menn voru ákveðnar öryggisgallar sem að menn vildu koma í veg fyrir. En það tók langan tíma, mikla þróun og rannsóknir. Og 2005 kemur svo DNSSEC staðallinn. Og það sem að hann bætti við DNS-kerfið er það að þá fyrst var hægt að sannreyna að svörin sem að bárust frá nafnaþjónunum væru í raun að koma frá réttum nafnaþjónunum. Og með þessum nýja staðli þá komu ýmsar nýjar færslur inn í DNS og þær helstu eru þarna DS eða Delegation Signer færslur, DNS Key sem eru lyklarnir og RRSIG eða Resource Record Signature. Sem viðbót við DNS þá eldri uppflettiþjónar eða resolverar sem hafa ekki stuðning við DNSSEC, þeir verður raun ekkert varir við það. Geta sjálfsögðu ekki sannreynt svörin en þeir halda áfram að virka. DNS er algjör grundvallarþjónusta á internet. Það skiptir engu máli hvað er verið að nota, hvort það sé tölvupóstur, vefur, webservice. Langmestu meirihluti af því byrjar á því að nota DNS. Bara í hvers skipti sem við notum vélanafn í staði fyrir IP-tölu, þá er verið að nota DNS. Og það eru stórir öryggisgallar í staðlinum. Það voru, þeir hafa minnkað með plástrum. Og aðallega er vandamálið það að það er engin leið til að sannræna uppruna svarpakka. Þú sendir út fyrirspurn, hvar er isnic.is og þú fær svarpakka tilbaka, að þú getur ekki sannreynt að hann hafi komið frá ISNIC. Og út frá þessu kom sérstök tegund af árás sem heitir cache poisoning á ensku og er kallað eitrað skyndiminni á íslensku. En það er árás sem er gerð á uppflettiþjóna eða resolvera og þetta er hægt að gera á lítinn resolver eða stóran uppflettiþjón hjá stórum þjónustaðala þar sem að hann er spurður eitthvað lén og svo byrjar þú bara strax að drita svarpökkum á uppflettiþjónin. Hann er náttúrulega bara að bíða til svari frá réttum þjón, fær bara svo milljónir pakka frá þér. Ef að einn af þeim lendur á réttu porti og er með rétt ID, þá mun hann taka honum sem gildum. Og þetta hefur verið notað til að hijacka umferð hjá öllum sem að nota svona resolver fyrir heilu lénin. Og í gegnum árin þá byrjuðu menn að plástra, í fyrst þú notar alltaf sama portið þegar þú spurðir, þannig að árásaraðilinn vissi að hann sendi bara pakkan á það port. Þá fóru menn að randoma því, þú sendir það frá einhverjum svona random porti, svarpakkin verður að lenda á nákvæmlega því porti. ID sem var notað, það gerði svona betri slembutölugjafi á það, random generator. En þetta voru allt plástrar. DNSSEC virkar þannig að við búum til tvo lykla. Það er annars vegar key signing key og svo zone signing key. Og þetta eru public key dulmálslyklar og staðallinn er opinn fyrir því hvaða dulmálsaðferð er notuð. Það er mælt með og það er í staðlum að það verði að vera RSA-lykill en þú getur verið með fleiri en tvær aðferðir í einu og það er líka í staðlunum að það geta komið fleiri í framtíðinni og það hefur verið gert síðan að DNSSEC kom. Til dæmis núna hefur ECSDA, Elliptic Curve, ECD, Elliptic Curve hefur verið svolítið að ryðja sér til rúms í DNSSEC, aðalega út af því að lyklarnir eru minni og færslurnar verða þar af leiðandi minni. Og þegar við erum búin að búa til þessa tvo lykla, þá er þeir birtir í sóninum fyrir lénið, í þessum DNS key færslum. Svo eru allar
allar færslunar í léninu eru signaðar með þessum lykli og úr verða RR-sig færslur. Hver fyrirspurn á DNS-þjóninn, hún skilar svari og hún skilar undirskrift eða RR-sig færslur. Svo það, þegar þetta er komið, þú ert búin að búa til lykla og þú ert búin að búa til undirskriftir eða signanir. Það er samt ekki nóg. Notandinn, hann veit bara að færslurnar eru signaðar með þessum lykli. Hann veit ekkert hvort þetta sé réttur lykil. Af hverju ætti hann að treysta þessu lykli? Það er leyst með því að úrdráttur úr lyklunum er settur og búin til sérstök DS-færsla sem er geymd í yfirlínu, næsta línu fyrir ofan. Og til að mynda ef þið eru með fyrir isnik.is, þá er búin til DS-færsla og hún er sett í sónin hjá IS í landalínunum sjálfu. Þessar DS-færslur mynda svo kallað chain of trust eða traustkeðju sem gengur alla leiðina frá rótinni í DNS og niður. Þessi mynd kemur úr kerfi sem heitir DNS-Viz og sýnir uppflettingu á www.isnik.is. Það er náttúrulega mjög óhentug fyrir svona widescreen skjá. Ef við sjáum, hérna efst sjáum við að þar eru við í rótinni, hérna, og þar er KSK-lykill sem signar svo ZSK-lykilinn sem signar svo DS-færslu. Þessi DS-færsla, hún bendir á lykilinn hjá IS, í .is landalínu. Þar aftur er lykill, KSK-lykilinn, sem signar ZSK-lykilinn, sem signar DS-færsluna fyrir isnik.is og bendir á lykilinn sem er næsta sóni fyrir neðan, hjá isnik. Þar er lykill sem signar ZSK-lykilinn sem svo að lokum signar færsluna. Og þá getum við treyst því að lykillinn sem signaði þessa færslu, það er isnik.is lykillinn. Og við vitum það af því að IS landalínan sagði okkur það og við vitum að við getum treyst þeim lykli af því að rótin sagði okkur það. Og það reyndar lendum við svona á því að af hverju treystum við rótinni? Já, bara af því að. Já, einhvers staðar verður þetta enda. Hérna hins vegar sjáum við færslu þar sem er ekki DNS-sec. www.rb.is. Það er að sama sko, við spyrjum rótin, hún bendir niður með DS-færslu fyrir IS, það er lykill. En nema það að IS skilar NSEC3 sem í raun þýðir engin DS-færsla og þar leiðandi getum við engan hátt sagt til sannreinanleika, við getum ekkert sannreint að svari komið frá nafnþjóni RB. En hvað er þetta NSEC3? NSEC3 leysir vandamálið það sem kemur út frá því að í DNS-sec þá var gengið út frá því að lénið yrði signað beforehand. Það er ekki signað on the fly, heldur við signum það einu sinni og það er það bara til á disk og afgreitt. Nema það að núna koma fyrirspurnir dót sem er ekki til. Það getur verið hvað sem er. Og þá listum við þetta með NSEC-færslum. Þá er hver einasta færsla í léninu raðað upp í stafrófsröð og það er búin til færslu fyrir hverja tvær færslur. Þannig að ef við segjum við erum bara með stafrófið sem undirlén, þá er búið til ein NSEC-færsla fyrir A og B, önnur fyrir B og C, þriðja fyrir C og D. Svo þegar kemur inn spurning sem aa.isnik.is, nafnþjónninn veit að hann er ekki með færslu fyrir það, en þá raðar hann þessari færslu inn í það sem hann er með og hann veit ok, AA lendur á milli A og B. Hann svarar í raun og veru með því að segja það er ekkert í mínu léni á milli A og B. Þetta er hann búinn að signa fyrirfram og getur skilað þessu. Þetta er sannarlegt svar og signað það að þetta sem þú baðst fyrirspurnin, hún finnst ekki í léninu. Vandamálið við þetta var það að þetta gefur upp miklar upplýsingar innihaldið á léninu. Því að þú færð alltaf 2 rekord sem er í léninu
og gerir mönnum kleift að ganga bara á keðjuna. Á mjög auðveldan hátt varstu komið með allt sem stendur í línunum, allar upplýsingarnar í línunum. Og þá var búið til NSEC 3 sem gengur út á nákvæmlega sama, nema það að þá eru gildin hökkuð með svona hashi. Rekstur á DNSSEC versus venjulegu DNS-þjón flækist, það eru ekki flækistig. Undirskriftirnar sem eru í RSIG-færslunum, þær þarf að endurnýja reglulega. Það er reyndar, það er mismunandi hvað undirskrift er gild lengi, en til að mynda hjá ISNIC og í .is léninu þá gilda þær í viku og það er ein signur fyrir hverja færslu, þannig að fyrir stórt lén þá ertu kannski að búa til fjöldan allan af signunum og þetta þarf að gera vikulega. Lyklarnir sjálfir, það er ráðlegt að skipta út allavega ZSK-lyklunum. Og það er nú eiginlega ástæðan fyrir því að við erum með 2 lykla, því að með því þá er hægt að skipta út ZSK-lyklunum sem er notað allar signafærslurnar, en það þarf ekki að búa til nýja DS-færslu. Þannig að eins og hjá ISNIC, og þetta er líka álitamál, hvað ætlum að rúlla lyklum oft. ISNIC, við rúllum lykli mánaðarlega og við erum ekki með neitt schedule á því hvenær við rúllum KSK-lyklum. Það er stórmál, það myndi þýða ný DS-færsla upp í yfirlén. Til að mynda rótarlykillinn, þeir eru með sérstakt key signing ceremony sem það var hægt að halda heila fyrirlestur bara það. Það er 4 sinnum á ári, þá hittast menn, þetta eru 17 manns cirka, pluss mínus 1-2. Og þar núna er verið að rúlla KSK-lykli í fyrsta skipti og sá prósess tekur 1 ár. Hann var búinn til núna í október og hann á að vera komin í fulla notkun núna næsta október. En allt þetta, skipta út lyklum, endurnýja signarnar, þetta er það flókið að ef menn ætla að gera þetta í höndunum að þá munu komið villur og hafa gert hjá mönnum sem hafa reynt og það hefur valdið því að heilu lén bara þurrkast út. NASA-lénið hvarf út af svona hlut, það var vesen með umskipti á lyklum. Þannig að til að sjá þetta þá mælum við með því að nota einhvers konar kerfi. Við notum opið kerfi sem heitir OpenDNSSEC og er frjálshugbúnaður og þar sér hann lyklaskiptin og signirnar eftir fyrirfram ákveðnum forsendum. Hvað eiga lyklar að endast lengi, hvað eiga signirnar að vera gildar í langan tíma og svo framvegis. Flutningur milli þjónustuaðila flækist svolítið mikið við það að hafa DNSSEC. Því að í flestum tilfellum þá ertu að flytja lén frá einu þjónustuaðila til annars. Nýji þjónustuaðilinn, hann hefur ekki aðgang að lyklinum sem var geymdur hjá gamla þjónustuaðila. Og þá gerir það verkum að þú þarft að búa til nýjan lykil á nýja staðnum, bíða þangað til hann er búinn að birtast og búinn að fara í gegnum allt netið. Þá getur þú byrjað að búa til undirskriftir, signanir, bíða þangað til þær eru örugglega búin að propagata og þá fyrst getur þú byrjað að fasa út gamla lyklum. Þetta er auðvitað hægt, en þetta er aðeins að hugsa út í þetta. Notkun á DNSSEC, þannig að til að nota DNSSEC þá þarf fyrst og fremst nafnaþjónninn, authoritative nafnaþjónninn sem hýsir lénið, hann þarf að styðja DNSSEC. Og það þarf að vera að búa til lykla og undirskriftir. Uppfletti nafnaþjónninn er resolverinn. Menn nota nú oftast resolvera endanótendur nota frá internetþjónustuaðilunum sínum. Stór fyrirtæki reka sína eigin uppfletti nafnaþjóna. En hann þarf að styðja DNSSEC því að hann í raun sannreinir signirnar sjálfar. Leið og uppfletti nafnaþjóninn sér DS-færslu fyrir lénið, alveg sama hvað hann spyr þá gera ráð fyrir því að hann eigi að sannreina undirskrift. Ef hann sér DS-færslu í yfirlínunu, en það kemur ekkert signature með svarinu, það er bara eins og það hafi ekki komið svar, þetta er ekki til. Þannig að þið sjáu, leið DS-færslan, þá
þá verður DNSSEC að vera í lagi. Á Íslandi, þegar þessi glæra var skrifuð, þá voru það 219 lén, það eru 220 núna, sem eru lén sem eru signuð og hafa sent DS-færslu til Ísning. 0,36% af skráðum lénum. Þetta er mjög lágt hlutfall og við myndum vilja hafa það mun hærra. Þetta er sérstaklega lágt ef við miðum við þjóðirnar í kringum okkur. Á Norðurlöndunum, Svíþjóð, Noregur, Danmörk, þar er þetta hlutfall mun hærra. Og ég veit að Svíþjóð 2012 voru komin upp í 10% og ég heyrði að þeir voru komin yfir 20-30%. En það gerðu þeir mikið í því að ýta undir innleiðingu á DNSSEC. Hins vegar uppflettingarnar frá Íslandi, þær styðja að miklu meirihluta DNSSEC. Og það er könnun sem að APNIC gerði á DNS-umferð og þar kom fram 76% af uppflettingum frá Íslandi væri DNSSEC, framkvæmdi DNSSEC validation. Þannig að við stöndum okkur vel að vígi þar. Í lokin þá náttúrulega vill ég alveg ítreka að DNS er slík grundvallarþjónusta fyrir allt á internetinu. Að tryggja öryggið er algjört forgangsmál. Það tók mjög langan tíma að komast á þennan staðal. Það var í raun og veru það sem er kallað DNSSEC í dag er svona önnur tilraun til að búa til DNSSEC. Fyrsta tilraunin, hún var birt 97 en eftir 2-3 ár þá sáum við að sú leið sem var farin þar, hún myndi aldrei virka á neinum skala. Þannig að það þurfti að fara bara strax að teikna borðinu aftur, teikna hann upp. Og það er ekki fyrir 2005 sem að þessi aðferð kemur, þessi stað sem við erum að nota í dag. En það er ekki að því að menn eru búin að vera að hugsa þessa hluti. En það er ekki bara tryggja öryggi DNS-umferðarinnar vegna sem við erum að þessu, heldur opnar þetta líka fyrir ýmsa möguleika. Og eitt skemmtilegasta verkefni varðandi það heitir DANE. Ég man ekki svona fljótt að liti hvað DANE stóð fyrir. En þetta er leið til að geyma upplýsingar TLS-lykla í DNS. Þannig að í staðinn fyrir að treysta á Certificate Authority til að gefa út SSL-skírteini eða TLS-skírteini og þar með votta þú sést þá sem þú heldur, eða sem þið segist vera, þá er hægt að setja upplýsingarnar í DNS, bara hvaða skírteini þetta lén notar og að því að DNSSEC tryggi það að svarið sem kemur í DNS kemur frá þeim sem segist koma, þá er sama traust sem að þú færð út úr þessu. Þannig að því miður þá útbreiðslan á DANE er ekkert sérstaklega mikil, en mér finnst það samt mjög skemmtilegt dæmi þjónustu sem er eingöngu möguleg með DNSSEC og væri aldrei möguleg með hefðbundið DNS. Eru einhverjar spurningar? Já? Það er náttúrulega engin eiginlegur kostnaður í búnaði öðru sem það er að kaupa. Það er hægt að gera það allt ókeypis. Þetta er náttúrulega, þetta eykur flækjustigið, þannig að hugsanlega gæti orðið einhvers konar kostnaður. Já, þetta er svona í raun svolítið valkvætt. Þú getur keypt, það er hægt að kaupa hardware-lykla. Það er hægt að nota software-lykla líka. Þannig að það er aukinn kostnaður frá 0 og eiginlega bara eins hátt og þú vilt komast. Já. Já. Já, ef allur helstu DNS-hugbúnaður styður þetta, Bind, Unbound, NSD, Microsoft. Ef þú ert að nota nafnaþjónustu sem styður ekki DNSSEC, þá er hann í raun svo gamall eða engin stuðningur við hann að það er bara stórhættulegt.
Já, það er, það er náttúrulega eitt að hafa hugbúnað sem styður þetta og svo allt annað að kveikja á því og byrja að reka það. Sko, já. Já. Já, það er náttúrulega, það er svo auðvelt að segja það. DNS virkar, hvað við þurfum þetta ekkert. Þetta við höfum svo sem ekki farið út í að kanna af hverju þetta er svona lélegt í Íslandi. Ísland er ekkert verst í heiminum en við erum mjög neðarlega. Svíþjóð, jú. Það er rosalega munur, Já, það er náttúrulega það, .it-lénið er ekki signað, þannig að þú getur ekki verið með .it-lén sem er signað. Já, ég held að það sé vandað tækniþekkingu og kannski mönnum vaxið þetta svolítið í augum uppi. Já, þjónustaðarinn verða náttúrulega að svara sér sjálfur, okkur. Já. Ég myndi fara bara að skoða OpenDNSSEC. Það að gera þetta í höndunum, það er ómögulegt. Og ef maður skoðar OpenDNSSEC, lærir á það, þá ertu komin langleiðina með það að signa línið. Út úr því kemur svo bara zónskrá sem er hægt að setja undir hvaða nafnaþjón sem er, bara bind eða NSD eða hvað sem er. Já. Já. Við teljum það, já. Því að þetta er svo mikill rosalega grundvallarþjónusta. Þú séð, það myndi enginn í dag fara á netbanka sem væri ekki með HTTPS, ekki séns. En samt enga síður, áður en að vafrinn tengdist við bankan, þá spurði hann DNS, hvað er þessi vefþjónn? Hann veit, það er engin leið fyrir hann að sannreyna svarið. Hann tengist bara við netþjóninn á IP-tölunni sem hann fékk. Já, það er bara þegar þú ert komið með notanda, getur þú ekki sett hvað sem er. Og já, það er ekki. Já, DNS curve, nei, við höfum ekki skoðað. Við skoðum alltaf, var svolítið á undan. En DNSSEC er langlíklegast til að virka. Og búið að ná góðri útbreiðslu. Eina sem stoppaði í ISNIC var að það tók svo langa tíma frá því að DNSSEC staðallinn kom og þangað til að rótin var signuð. Hún var signuð í 2008-2009, minnum við. Fram að þeim tíma þá gastu signað línið þitt en það gerði ekki neitt. Því að það var ekki leið til að sanna að þetta væri réttur lykill. En nei, við erum fully committaður á DNSSEC. Já, ég tel það.
Já. Þetta var svona aukafyrirlestur. En hann nefnir IPv6 og það náttúrulega önnur tækni þar sem að Ísland að draga lappirnar og örugglega af svipuðum ástæðum. Af hverju þurfum við eitthvað að skipta? IPv4 bara fínt. Einhverjar fleiri spurningar? Já. Já, og ég talandi þetta þá til dæmis jafnvel ég vil ekki tala mikið þá, ég ekki sérstakur aðdáandi, en Google DNS þjónarnir, resolverarnir, þeir DNSSEC validating, þannig ef þú spyrð DNSSEC lén og það eitthvað í ólagi með lyklana, þá mun hann bara svara ekki til og þú sem client heima, þú ræður engu það. Þannig að menn að kveikja á þessu og menn að enforsa. Já, og þeir að validata og að því gefnu að þú sett að nota uppflettinafn út í bæ, þá ræður þú engu það, hann bara validatar þetta eða ekki. Svo geta menn náttúrulega keyrt resolvera á vélinu sínu sjálfur, en menn að validata, það kveikt á þessu og það verið að enforsa. Já. Já, það resolverin sem gerir það. Nei, og í raun Windows stub-resolverin sem í Windows, hann var DNSSEC aware en ekki validating alveg fram í held ég server 2013 eða eitthvað svoleiðis. En leiðu þú bara stiltir það að nota nafnið þannig utan hús og ég veit að margir nota resolver unbound og hann DNSSEC validating default. Einhver fleiri? Það hálf spurning. Já, all right. Takk fyrir mig.